Þorkell Helgason, gjörðu svo vel. Já, góðu félagar og formaður. Ég ætla nú bara svona hnekkja á eða leiðrétta tvö atriði. Fyrsta lagi hjá síðasta ræðumanni. Þetta bara ekki rétt túlkun hans á dæmi A, eins og við erum oft og margsinnis búin að nefna í nefnd C. Það að atkvæðagreiðslan sé bindandi á eingöngu við samþykkt lög, ekki frumkvæði sem kemur frá þjóðinni. Það stendur þarna kyrfilega að það bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Að vísu ekki neinn tímatakmörk á því hvað gömul lög, þau þurfa ekki endilega að vera nýsamþykkt, samkvæmt orðanna hljóðan hægt að bera upp í A-nefnd, en ég hygg nú hún hafi meint nýsamþykkt lög þó að það hafi standi ekki á blaðinu hjá þeim. Þannig að enda væri það að fella úr gildi ykkur eldgömul lög væri kannski ekki einu sinni framkvæmanlegt. Tökum bara kvótan sem dæmi. Ef við fellum úr gildi við fiskveiðastjórnuna lögin við kjósendur, hvað þá? Það bara frjálsa veiðar á morgun. Það ekkert hægt að gera þá í staðinn. Ég fullyrði að tillaga C-nefndar gengur lengra heldur dæmi A og B, hvort tveggja. Og sérstaklega það að þröskuldurinn 30% horfinn hann í burtu. Og ég algjörlega sammála formanni nefndarinnar Pavel það að það fyrirbæri sem að bara svona hreinlega starffræðilega rýmar meira sér illa að hafa inni. En vitaskuld þessi tillaga málamiðlun. Við rættum ítarlega það sem Katrín Fjeldsted nefndi til dæmis, hvort að þjóðin gæti vakið upp frumvörp sem Alþingi hefði fellt, en það þóttu bæri á því svona lagatæknilegin högrar og fleira af þeim toga, þannig að það myndi nú ekki ganga. En að lokum, Katrín taldi að með þessu væri C-nefndin að leggja til að 27. greinin væri felld út. Við höfum ekki, eða þá miskildi ég þig. Nei, þú lýstir yfir stuðning við 27. En ég skildi þig þannig að þú heldur að við varum búin að afskrifa henni í nefndinni. Það ekki svo, hafi ég miskildi þig, þá bið ég þið afsökunar, en ég vil bara taka það fram að við höfum lítið eða ekkert rætt 27. greinina. Hún hérna einhvers staðar kannski tómarúmin milli B og C-nefndar. Og ég lýsti hérna fyrir í morgun, ég vil halda í hana þó hún sé að vísu kannski eitthvað þrengt. Takk fyrir. Katrín Oddsdóttir.